að vera þungur. Hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Já, við byrjum semst á HM og hérna fyrir svo yfir í íslenska. Kannski verðum klár með alla leiðirnar.
þú veist, að nú viti bara, þessi vinna þessa og mæta þessum og svona og þeir muni í fyrsta lagi mæta þessum í úrslitaleik eða hvernig sem það sko. Já. Þú veist, við erum náttúrulega líka með þig í dag út af þessu spörstæmi. Já, ég hef mína sög að segja þar. Já, og þína sög að segja, ég menna, þú veist, maður sér að það eitthvað allt annað gír í Tottenham núna heldur en hefur verið. Þetta ruglað. Það er svona einhver allt annað andi. Það er verið að fara byrja að bjóða stóru selana núna sko. Já, nú er bara mætt með selan á borði og bara borgað. Fleiri fá ekki að komast að. Nei. Maður sjá. Sástu Lóthar var að láta mér heyra það í Þýskalandi? Nei, sá það ekki. Hann sagði að þessir aumingjar hefði mætt þetta bara til þess að koma fá frýtt holiday. Bara konur og börn og eitthvað helvítis kjaftaði og hverju voru í engavél og eitthvað svona. Þetta var aumingjar. Svona það vilt fá þetta svona auðveldu skýringun á þessu. Þarna erum við með, já, þetta er frétt. Já. Þetta er rosa. Er svona púli sem þjálfar eitthvað eða? Það verðist vera. Svo tala peninga líka. Já, þið eru búin að vera alltaf sko með þess að gæja klára og svo eitthvað, ætlum að reyna að semja þetta aðeins niður. Og líka er alltaf að reyna að bjóða þeim bara eitthvað 90.000 pund á viku sko. Já. En hún er bara 300.000 pund á viku og ekkert kjaftaði sko. Já. Það er að borga þessum mönnum. Maður sjá. Erum við byrjað, það ekki? Nei, við erum konum bara þannig að þú fari ekki að tala eitthvað illa eitthvað fólk. Já. Eins og þú ert alltaf að gera. Alltaf að gera það, sko. Sjá. Já, þetta er cirka svona. Sko, ég sofnaði fyrir Mexíkóleikina þegar var delay og maður vissi hvort það er klukkutíma eða 3 klukkutímar eða hvað er þið sko. Þannig að ég sá leikin ekki bara búin að sjá highlights. Já. Þannig að ég og tók svona extended highlights og ég meina það virtist vera fáránlega góðu taktur í Mexíkónu sko, þannig að við bara förum við það ágætlega. Förum við það. Þessi Quinones hann. Veit ekki eins og hvernig það berða fram. Já, einmitt Quinones. Það bara ef hann fer frá Saudi þá verður hann ekki neinu vesenlega þetta sér liði sko. Hann fer bara eitt frá Saudi sko. Eða þú veist, kannski ekki ákvæðir einn daginn að hætta að dæla í þetta. Nei. Sátaðir? Já, maður veit aldrei. Já, það er reyndar alveg horrið. Það hafa allir gert þetta ekkert mann og svo hætta þeir. Eða þú veist, allir kínuverðinni gert þetta líka og... Sko, bara sem skiptir öllu máli er að ná einhverjum góðum sjónvarsamning. Já. Það er bara, ef þú ætlar að fá einhverja útbreiðslu á sig, að vandamáli er líka að það er svo erfitt að fá fólk til að vera sama. Skilur þú? En eru þeir ekki aðalega að spá í HM, hvað, 2034? 4. Já, 4. Það er náttúrulega svolítið langt í það, sko. Já, það er alltaf, þú Og þeir haldið þessu gangandi hátið þá, sko. 8 ára þeir eru lendir hérna, ykkar menn í Þýskalandi. Heima? Er þetta... Já... Julian Nagelsmann. Jöfisins. Veitu hvað var frétt af þetta? Fyrsti maðurinn í 72 ár til að skora í fyrstu 3 leikjunum. Fyrstu sko 3 sko HM leikjunum sínum. Já. Þeir hann alltaf spila ekkit 3. leikinn í mótinu sko. Nei. Það er hinn Kappi ég fekk rautt fyrir að gera þetta hérna. Já. Þú sér það nú líka þarna, hann er hans að láta hann heyra. Já. Það er hans. Já, við bara getum fara að henda þessu, komum saman, gleðjum saman, áfram fótbolti, segi Saki. Vá, þetta eru skilabóðin síðan þurftin í daginn, áfram fótbolti. Ég með eitthvað íslenskt? Já. Maður er búin að reyna að hringi í mannskap og reyna að finna eitthvað íslenskt skúp. Man held að spila þétt að sér.
Þeir eru konum með kenningar núna. Arnar Sveinn Geirsson, formaður leikmannasamtakana á bakvið Vatnspásurnar. Svona aðeins að auka fríð. Já, ég þarf að fá Arnar og ræða þetta aðeins við hann. Hvort það vil ekki fá Vatnspásur í íslenska fótbolta. Sjáum þetta hér. Kjell að fá mikið fanlóðan. Áfram ég og Keli. Ibrahimovic fan segir bara ég og Keli sem kongar. Þá þekki ég greinlega ekki Viktor. Það er alvöru kongur. Geti gefið þessum gæja Íbra treyjuna mína sem að ef hann hendur einhverju inn hann. Að þú sett líka kongur. Já, ef hann segir þessi kongur. Geti hann fengið Mats Warn Íbra treyju. Hvaðan er það? Ég fekk hann ekkert um henni ammæliskjöf. Já, fyrir hvað lið? Hann var í PSG hana. Já. Stendur þetta til Viktors á henni? Já. Hvernig, var það að gera með þetta? Já. Það er gott. En hann lítur að horfa fyrir mig því að, já. Annars, þú klárið þetta ekki leið? Megaþyrstur. Megaþyrstur, það er náttúrulega aldrei gott, sko. Þegar svona menn verða megaþyrstir, sko. Það verður að vera hydrataður. Hydration hefur aldrei verið mikilvæg. Alveg innað manna hendur. Já. Nöglinn Brjóta með nöglina, hún er svona við að detta af, sko. Hvað varst það? Eitthvað að negla það? Já, ég var að ná okkur vinkli af einhverju og hamri í puttana mér. Hvað segir ég? Það er allt, auðvitað, já, það er alltaf inni. Þú veist, þetta er bara inn á mixinu. Þannig að þú þekkir. Já, maður sjá. Jú, þetta er allt hérna. Sjá. Kjell, ertu búin að smakka súkkulaði frá mér? Já. Sáttur? Ég er búin að narta í þetta mitt bara. Mjög Sáttur? gott, mjög gott. Ég jarðaði eitt í gærkvöldi yfir leiknum. Takk kærlega fyrir það. Ég ætla ekki að smakka hinn tvö, sko. Nei, og það er lojal. Já. Bara veit að þetta er betra. Já. Sjá. Hvernig var í Miami? Það var helvíti gaman. Hafið komið til Miami? Nei. Það Ég hef ekki Það er komið. smá raki. Já, mikið raki, já. En hérna, þú veist, þetta er svo ólíkt öðru í Ameríku. Já. Þú veist, Sem í Suður-Ameríka. Þetta er ekkert eins og Ameríka það. Þetta er svolítið bara eins og Suður-Ameríka. Já, ég meina, þú veist, þú bjargar er ekki á ensku við það, sko. Nei, Það er ennþá þannig, ég held að það væri búið að breyta, sko. Það er spænskan bara. Það er spænskan. Já. Og það er mjög algengt. Hvar fæ ég súkkulaði, dóttor? Já, ég held að sé að klárast við í búðum. Kláraðist á Dalvík. Ég tók það í Netto Ingi að líka. Já, djúvillir, já, á Dalvík klárast það. Já. Mínir menn Friðrik Ómar og Hörður Snævar, þegar ég fekk þá báða. Já, þeir elskar súkkulaði. Ég baða bara maður að fara í söluferð, sko. Já. Þegar að þarna þeir Dallasbræður koma saman, þá selst súkkulaði. Það er almennilegur heitur pottur og svo. Já, ég gerði það í Miami, í sólinni, sko. Það var alveg gjört logg, þá myndaðist alveg heitur pottur og rosa næs. Hvernig stendur það? Samstagsfélagin minn veit ekki hvað verktaki að skattkort er. Já, bara, ef þú ert 18 ára, þá átt ekki að vita þetta. Þetta er bara samstagsfélagin er flottur, sko. Já. Hann er bara að njóta lífsins. Maður var ekkert að pæli þessu 18 ára. Nei. Já, fyrst að við erum konir í loftið og geti ekki sett bestu söguna. Nei, við mann inn í hangtilegt þátt. Já. Við Viktor þekkjum eitt snilling sem að í skattkortamálunum sem var ekki. Þetta við erum að tala um 90, sko. Já. Við erum að tala um, sko, tímar, sko. Ok, let's go. Nú var ég að geta ítt á rektakan og ég held að við séum bara í þetta allt saman. Sjá.
Góðan daginn Epic America, Dr. Fútból heilsar frá Stúdíó 47 út á Granda. Carlsberg stofnað 1847. Carlsberg bjórinn með Dr. Fútból. Það eru tvær þjóðir sem að drekka bragðlausa light. Það eru hlungarnir, Ísland og Kanarnir. Aðrir drekka bara alvöru bjór og Dr. Fútból hvetur fólk til að gera það. Bjór með bragði. Já, það Carlsberg. Velkonir báðir tveir. Alla leið úr Njarðvík kemur Kjelin, velkomin. Á rétt, takk hérlega. Og svo strákurinn að Mölni, bara úr Kópavoginum. Já. Auðrún Eidlóðsson, velkomin. Takk hérlega. Meira áttur að fá ykkur tvo. Dr. Fútból í júlímánuði að vinna með Boost. Já, fyrir ykkur sem að þurfa að kaupa húðvörur og vilja ekki vera út í búð að kaupa þetta og sjá einhvern harðhausur að versla einhverja húðvörur. Þið gert á Boost og látið senda þetta heim til ykkar. Það nefnilega sko einhvern veginn nýkonum úr búðinu og vera að kaupa síðan rakakrem. Það ekki gott. Það kannski virkar ekki, en þá bara ferðu á netið og kaupir þetta þar, græjar þetta þar. En þá frá með múrbúðarpokan að sjálfsögðu. Dr. Fútból minnir á að klukkan með G-Shock úrin Eberitze Esi þeirra helsti ambassadórum þessar mundir, svo sem eru ambassadórar út allt. Þetta er alltaf flottasti gæinn með Casio, verður alltaf naflinn. Já, samanlegi. Þetta rauða Casio sem að ná, það geggjað. Já, hann nefnilega flottur. Naflinn okkar, þetta fæst allt saman í klukkunni saman hvort það sé Hafnarfirði, Kópavogi eða Kringlunni eða hvar sem það Nú, Soccerstyle á sérstöku tilbúði núna. Keli búin að vera duglegur að fara Soccerstyle-inn. Já, fá mér einu sinni, ég stefni annars skiti þessari viku. Já, endilega að fá þau sem oftast Soccerstyle, borgarinn með lauknum. Ég ætla að fara að prófa þennan lauk þar sem við sleppum brauðinu og setjum bara lauk og svo það nýtt. Þú kynntist auðvitað þessari menningu í Bretlandi og varst sáttur. Það laukur á alltar. Laukur á allt saman. Þar Gilsarinn apprúvar það. Það margt sem að laukurinn gerir sem gott, segir Gilsarinn. Fjárþjálfinn Gilsarinn. Segðu Dr. Fútból hafi sendið, þá hann ekstra kátur. Því að í hver skipti sem að ég redda honum kuna, þá 400 skall á mig. Já. Það kostar 3.990. Það kostar 3.990 kall. En hver kunni sem ég kem með 400 skall. Það geðveikur díl, einn af þessum betri dílum sem ég ger. Hann veit líka bara menn hætt aldrei. Já, þess að fæ ég 400 kallinn. Já, hann græðir alltaf inn í end, sko. Við ætlum að fá spurninga með 66 gráðum norður og það gott að vera vel klæddur á vellinum Dr. Fútból með, að minnstakosti 66 vandamál en útivistaföt ekki eitt af því. Drengir, 100 ára ammali og allt það. Vitið hvað, leikmaður eru oftast skorað 2 mörk á HM. Mér fannst þetta Mbappe. Já, að sjálfsögðu það Mbappe. Vel gert. Ég ætla að vera klósi. 7 sinnum. Það rosalegt. Hann bara búin að skora 2 í þessu móti. Já, bara þetta En byrju, hann var með þrennu í úrslitaleiknum 2022. Já. Það bara, hvernig þetta hægt? Þetta svakalegt. Þetta svakar. Ég segi bara eins og í boltanum með Gunnar Birgis. Má þetta bara? Það er frasi sem að og svo nýr frasi 7 tvennur á HM. Það var ekki alveg á bingo kortinu á mér í upphaus sem annar nýr frasi sem að kynna okkur fyrir þessum í gær. Já, þetta alvöru frasi sem að ég spái að margir eftir að byrja með núna. Það var ekki alveg á bingo spjaldinu mínu. Nýr Bossilmur með svona þessu geðveiku lykt sem í gangi þetta núna. Sturluð. Ég loka öllum verkefnum sem ég fer að skoða því ég set alltaf á mig rétt áður eins og ég talaði. Ertu með hann í hans skólunum? Já. Set hann bara á mig og fólk bara vel lyktandi málari. Sæll. Við fáum hætti ekki oft og svo bara horfaðu það tilbúið. Já, tekið þetta. Já, vel lyktandi Keli. Það var ekki alveg á bingo-kortinu mínu á bingo-spjaldinu mínu áður en þetta ár hófst. Við skulum fara beint yfir í HM. Já, með boss að sjálfsögðu. Og bossin í þessari keppni, final bossin eins og við krakkarnir segjum, Kili. Og förum aðeins yfir frakkana. Þeir skoruðu náttúrulega 3 mörk í úrslitaleiknum í HM. Svo þeir búin að skora, ég hafði lágmarkið 3 mörk í leik á HM núna. Hvernig var þetta? 3 mörk á móti Senegal.
4 mörk á móti Noregi Norri, já, já. og svo skoraði þeir alveg eitthvað 3-4 mörk á móti Írak, ég man ekki eins og hvernig sá leikur Nei. fóra þegar hann stoppaði þarna og svo þetta 3 mörk í gæra á móti Svíunum. Já. Maður sér ekki til stoppitali. Já. Þeir eru í ruglinu, sko. Þeir sem hann er munurinn núna frá síðast HM, þeir eru konir með að mínum mati besta hafsend í heiminum sem er William Saliba at the moment, ég sé ekki margir betur en hann. Þú var að tala Ubbi Makan. Ok, en byrjum á bara byrjunni. Sko Svíarnir komum bara flottur inn. Já, þeir fram að þessari helvítis vasspásu, þá voru þeir bara mjög góðir. Já. Bara lokuðu vel á þá og eftir þessa vasspásu, þá bara var þetta bara... Það er náttúrulega rosalega kostið með svona rosalega hæfileikaríkt lið eins og frakkana að geta kalla á einn. Já, bara við þurfum aðeins að bara tvíka hérna aðeins og svo bara slátur Það er líka bara ólísið, þú fyrir út á hægri, Barcola farð þú yfir á vinstri. Nei, hægri skilur við að fyrir miðsvæðis, þeir geta breytt svo miklu annað fram á því. Sko, þú nú kannski þú kallar hérna Kili Koppari, af því að þú ert einn harðasti Koppari. Ég er það. Ok, Alexander Isak, af því að við erum að horfa á Holland og við erum að horfa á alls konar leikmenn. Ertu samfæruður Alexander Isak bara sem, þú veist? Ég ef hann helst heill, nær góð rönnið, þá er ég nokkuð samfærður, já. Mér finnst þannig bara að hann getur tekið menn á, hann er með góð skot, góð slútt, en ég er bara hræddur, mann muni alltaf með það svo 10 leiki fresti. Maður var að pæla í þessu gerð, sko. Mér finnst hann bara að vera gaurin sem er að þarf að vera búa allt til í Svíþjóð. Já, það er Þannig þarf annan sig, ef hann væri með annan sig þarna, þá held ég að hann myndi skora alveg miklu meira þarna. Þetta er eitthvað geðveikt pæl, með annan sig, ég hef ekki heyrt þetta er gott. Já. Sko, Elanga hefur verið samt annan sig. Já, hann er búin að vera geðveikur. Hann er búin að vera geðveikur á þessu móti. Ég meina að þökkum bara Svíum kærlega fyrir komin á þetta mót. Já, þeir áttu aldrei breyk. Er þetta franska lið, ætli þessi besta lið sem við séum bara á HM ever? Já, ég talaði veitni í gær, talaði Brasilíu 2002, svona framáðið sérstaklega. Nei. 2006 frekar. Já, bara Brasilíu 2002. Það erum við ekki með Ronaldinho. Jú, en þú veist með Ronaldo sem var bara að vinna sinni í formin í keppnina og bara, ég skal bara lofa þér því. Var Rivaldo ekki ennþá hana? Jú, þeir eru alveg fínir. En þetta er allt annað. Þetta er annað. Já, þetta er alltaf bara, fótbolta líka allt öðruvísi í dag. Það ekki? Jú, hann er svo sem að öðruvísi í dag, en þetta lið er unbelievable. Maður veldi þessu fyrir sem Olísja, þegar maður var alltaf að horfa á hann hjá Crystal Palace. Og hann átti frábæra fjóruleiki, hvarf svo í 2 mánuði, svo einhvern veginn, duttu afturinn einhverju geðviki leikir. Hvað er hann gamall í dag? Olísja. Ég ætla að segja 90, ég er lúmskur á svona 98. Nei, hann er miklu yngri en það. 2001. Já. 24 ára. Já, ok, þá er þetta bara eðlilegt, þú veist, þegar hann er 21 að vera svona inn og út, skiluru. En svo núna er bara komið stabilisir í hann og þá er hann bara eitt besti leikmaður í heimi. Ég myndi segja 1 af 3, sko. Kylian Mbappé með 2 mörk í gær. Hann var í gýr, Já. bara frá fyrstu mínútu. Hann var púk í honum, sko. Já. Hann var mikið að reyna að koma sér í boltan, mikið að skjóta, hann ætlaði að gera eitthvað í gær. Já, ég held að HM frá því sé svíði fyrir hann með að koma góður að hafa ekki náðu að klára þetta. Hann er örugglega mjög mótiður að vinna þetta núna. Það verðist líka að vera eitthvað sérstætt samband við þjálfurinn, hann ætlar að klára þetta fyrir hann. Já, sko, ég held að sé líka eitt, sko, það er gott að vera, þú veist, að vera Frakkland með þjálfara með allt í tiskið. Já, hann er með allt í tiskið. Já, hann er algjörlega með alla strákana á sínu bandi og hann er meiri sem núna Adrian Rabiot og sitt band, sko, sem Já, hann er ekkit vissun og honum hann, sko. Hann er bara geggjaður. Já, þetta er bara hans maður, sko. En þetta er sturlað lið bara. hvernig ámar að vinna þetta Það er ekki hægt. lið? Ég held að sé ekki alveg, ég held að sé bara ekki hægt. Það er hægt, Já. það er einhvern Ég veginn held hægt. að verði mjög erfitt. Hvað ámar að herja á þetta? Ámar að herja á Luka Dinje? Já, það er svona vinstri vængurinn hjá þeim, held ég, sem er þá samt veikleikinn, bara sko. kofvera Salíban og svo eru þeir svo góðir djúpi miðmennir að verja vörnina. Ég myndi hætt í fótbolta, ég var eina En- fremstu 4 í þessum liði og ég myndi ekki skora að leggja upp í hverju leik. Já. Já, ok. En svo hef ég nú alveg talað fyrir, þú veist, Ubbi Makano er dröldu góður, en hann er mistakahjart, sko. Já. Svo ég held að þeirra, þú veist, allt verður undir. Já, ég færi freka vinstra meina, ég myndi freka fara vinstra meina. Sko, frakkar, við erum ekki búin að tala um hversu þægileg leiðin er fyrir Argentínu, sem er í vissin átt bara hlægileg. Hins vegar eru frakkandi núna að fara að fá Paraguay í 16-lega og Marokko líklega í 8-lega. Við segjum að ég reyndar held að Kanada verða alveg drullu erfitt fyrir Marokko. Sko, þá ertu bara Ég er mættur. ósammála hverju í þessu. Ég held að leiðin
fyrir mörga þessu góðum liðum sé ekkert rosalega erfið því að það ekkert rosalega góð landslið í dag. Frakkarnir, þeir sigla held ég nokkur veginn í gegnum þetta nema kannski ég heldur getur lent í brasi með Spán. Spán eða Portugal? Já, nei, þeir lenda ekki í brasi með Portugal. Þú veist, Argentína, þeir eru, góða liðið sem að þeir mæta. Það er Brasilia, Kólumbía. Tranquilo. Frakkarnir ekki búin að mæta neinu liðið eins og Spáni og Portugal og þessi gæði. Nei, ég veit það, en ég að segja saman með Argentínu, en þú sást Kólumbía mútið Portugal. Ætlar að segja mér væri auðveldara fyrir að mæta, Kólumbía heldur en Portugal. Mér finnst Kólumbía bara miklu betra en Portugal, Já, ég held samt í þú varst nú á leiknum, ég var nú bara að horfa í sjónvarpinu en þú sást þetta, mér fannst þér bara 10 sinum betri að horfa í sjónvarpinu. Ég held að þið krakkarnir skilji ekki það munur og riðlakeppnisfótbolta. Já, ég er þetta búin að vera að tyggja inn í fullta mönnum að það sé allt annað. Ég held að þetta stórulegin kveiki svolítið á þessu. Núna byrjar mótið. Það var bara switch on. En þessi Argentínuleið, já, að vissuleiti auðveld, en þeir mæta samt Brasilíu alltaf á Kólumbíu undanúrslitum mótarlega. Það er ekkert auðveld, sko. England. Á Englandi, ég held England dettir reyndar út, sko. Móti? Brasilíu. Ný. Sjáum til hvernig það allt saman fer. Svo að þetta sé auðveld, Kólumbíu held ég hörgulið. Já, Kólumbíu ekkert komin áfram, þeir eftir að vinna Ghana. Þeir vinna Ghana. Þú með CQ það. CQ bara... Það vil lengi búa í Ghana eins og verið sungið Nei, Ég vil búa í Kólumbíu. Nei, ég vil búa í hérna Kenya. Já. Það segir í læginu. Ég held að sé ekki veistla að búa í Kenya. Það er hlaupari kannski. Þetta er utan við að hlaupari. Það er nú komið að þessu Svíarnir voru bara flottir á þessum móti. Þetta lið sem einhvern veginn óvart inn á HM og engin veit nákvæmlega hvernig það gerðist. Það var samt magna að hugsa til þess að þarna var eitthvað framlína upp á 240 miljónum punda þarna, ef við tökum að langa inn í það er galið dæmi bara menn sem að kosta ógeðislega mikið pening í framlínu Svíþjóðar og hversu langt þeir voru frá þessu öllu saman. Ég held að er einhver annan leikmaður sem vilja taka út úr þessu franska liði og tróma upp? Nei, bara, þeir eru allir bara geðveikir þarna, sérstaklega fremstu fjórir, þetta er bara og Sjerki að fá ruslmínútur hann er ágætis leikmaður Hversu glaður allir Sjón Filip Mateta sé að fá bara verið í þessu líf hann lítur bara að vera vakna bara brosandi klípa sig bara alla mótna hvað er ég að gera það en það er ekki pæling, einhvern veginn allt verður sem allir hinnir hendunum inn og það er eitthvað kraða ekki í gangi eða það er að leysa leikin upp en munið þessu Markus Thuram var að koma að þessi feskur inn í þetta lið hann veist langt frá þessu núna svo bara fyrir 4 ára síðan það var Randal Kolomuani alltaf að mæta bara einhvern veginn og kveiki öllum leikjum hann kveiki svo bara í HM en hann var náttúrulega ekkit eðlilega lélegur í vetur eðlilega er ekki ofnum ég segja það en bara fyrir 4 ára síðan þetta var breytast í þessum blessaða bolta frakkarnir, ég skal segja ykkur það þeir eru til alls líklegir það getur farið í úrslit það væri þetta geðveikt að fá 3. úrslitaleikin í röð Argentínu og Frakkland það væri svakalegt ætli það hafi einhvern tíma gerst nei, það er ekki 3. röð á hverju segir 3? það er Króatía 2018 nei, það var 16. það var Pavardmarkið hann var höggvan annan niður en mætast í útslóttakeppni í 3 ára röð það gerist ekki oft skeita þeir gjörðu Króatíu 2018 það eru nóga spurningum á chatinu og með einhverju að spyrja hvort ég ætla að koma á Flatey Skjálfanda ég þarf að fara þangað, það er alveg bara frábær spurning með þeim betri sem á að koma hingað þetta er einhver maður sem er búin að vinna heimaunna ætli GB sé að horfa GB horfið bara á sjálfan sig hann er pott í gólu núna hann leikur sér bara nýji Gaupi, hann er að leika sér núna meðan aðrir reyna að vinna og snúa hjólum atvinnulífsins Já, skoðum meira af þessari mögnuðu heimsmeistarakeppni. Það eru mánaðamót og þá er dauðafæri að kaupa sér sjónvarp. Fara upp í Ormsson. Kíktu inn í nýja Ormssónið þeirra sem fara yfir leikina eru að horfa á þetta allar leikin. Kekkjaði tímabúti líka. Besta gjöfin sem þú getur gefið sjálfum þér er fallegt sjónvarp. And she likes it too. Það er nefnilega beauty við frame-tækin. She likes it too. Pæli að Ormsson er ekki eins og borga mig fyrir að búa til slókan fyrir þá. Þú er búin að því. Frame sjónvarpið og hún fílar það líka. Þú veist, það er þannig. Það er kíkjum á næsta leik. Normenn maður. Þeir voru ekki droslega góður í gær en þeir fóru áfram með stórleik frá óvæntri hetju Örjan Nýland markmaður sem hefur verið talinn vera
veikleiki hinga til geðveik varslan hann hjá í aukaspyrnunu hjá honum Amat svo kom hann lengi á löpunum þú veist, hann fór ekki finnst ekki markmið skuttlega svo oft og snemma hann var á löpunum og svo fór hann að háréttum tíma og var þetta svona með hendinni sko líka, já, þessari oftast eru menn hérna sko er þá ekki líklega að missa hann? Nei, þú tegir þig lengra hérna sko hann er að taka hann hérna sko. Svo er alltaf eitthvað að breytast í þessu hann er ekki að svífa þegar hann er að verja þetta þetta var frábær markvarsla já, honum. Ég vissi ekki að Amat geti tekið svona spyrnur. Amat getur allt og þess vegna var líka stóru mistökin hjá Filippinnsturundin að geima hann á bekknum hann átt að breyti leiknum, varð á línu og sett hann síðan. Já, hann var geðugur sem leik sko. Já, hann var ótrúlega. Það var geðveitt mark hjá hann. Já, svakaleg innkoma hjá hann. Ef við bara förum aðeins yfir leikinn sjálfan sko, það er eitt að skora 6 mörk fyrir Argentínu og Frakkland. Það var flott og vel gert og allt það. Já. En að skora 5 mörk fyrir Noreg það er unbelievable. Já, það er rosalett. Já, hvíldeitt leik sko. Já. Það er rugglað bara sko og þetta mark hjá honum, mér varst hann hitt hann illa. Já, honum fannst það líka hann ætlaði að fara að hlaupa eftir hún strax aftur sko. Hann sagði viðtalinu eftir leikana að verið svo þreyttur að hann hefði valla getað sparkað í hann sko, hann var bara guðslífandi fegin að þurfi ekki að fara í framlíkingu því hann svona taldi hann hefði þurft að fara út af líklega sko. Hann hefði ekki aldrei gert það, ég hefði bara geimt hann innan fyrir vítaspyrnukennina. Sáðu tilþrifin hjá hann, hann skallaði boltan í burtu, svo kom boltin aftur til hans og hann sparkar hann með hátt upp í lofti og hann gat, og eldi sína eigin sendingu, þetta var eins og bara eitthvað orkumótinu eða eitthvað. Munu eftir þess að ekki. Hann skoppar þetta fram og hann ræðist á hann. Þetta var ruddalegt stöð frá hann. Þetta er svaðaleg skepna sko. Já, þetta er skepna þessi drengur. Það er líka að fyndi hvað hann er að spila á litla í viðtölum eða að spila og ég held hann sé ykkur leiti bara hreinskilinn og Nei, ég held hann sé fíblast. Nei, já, hann er líka fíblast bara. Hann sagði bara að það er rétt sára litla möguleika mútið Brössunum. Sama sagði hann á móti frökkunum við töpum öruglega bara. Já, þeir á mæst 4 sinnum Brasilíu og Noreg og Norðmenn hafa aldrei tapað fyrir þeim. Það er rosalegt. Það er ótrúlegt. En sko, ég var að lesa um hann leik eitthvað svona í Noregi og pressan þar er bara hann að hæja okkur að núna sko. Að sko Sörlöð, það er svona eini sem er ekki að fá alveg einhverja beila ást það er samt svolítið beautiful eins og hann var næstu búin að leggja þetta upp á þú veist Holland, hann átti að skallan í hotninu, þú veist þegar þeir skoruðu fyrsta markið Normenn, þá lágu þeir á þeim muni ekki eftir þessu, komið þarna 3 færi á mjög stuttum tíma eftir að Núsa hafði skorað þetta góða mark til að koma með 1-0 þá börðu þeir svolítið á þeim þeir komu feskir eftir vasspásuna Mér finnst þetta klókt hjá Stali að vera með hann þeir gætu verið með Bobbar, hann gætu verið með Jens Petter Hauge, eitthvað fullt eitthvað gæðum skilur en hann er bara, hann gefur þeim aukalega í föstum leikadröðum hvort sem þessi varnarlega og sóknarlega þeir geta að þeir eru í brasi, þá geta þeir komið langan framar, hann fer bara upp í skallaboltan í staðin fyrir að Holland sé alltaf í þeim barningi sko. Svo ég bara halda áfram með hann og reyna að keyra á þessu heldur en að fara í einhvern annan teknískan lítinn sko. Viktor, þegar þú sást annar markið hjá Noregi öskra þetta marki ekki á þig bót og glimt bara hugsa mörkin sem það var skorað svo köttbakki bara í hvernig boltin endar í markinu Jú þá þetta er sko, þetta er heldur huglið marki á hann Normenn núna mæta Brasilíu og svona fyrirfram með maður kannski ekki eitthvað rosalega jákvæður fyrir hönd Normanna að þeir geti unnina leik. Ég held ekki alveg unnina. Jú, ég það líka. Mér finnst Brasilíu ekki þannig að þeir sé að fara að jarða bara lið. Þetta er Brasilíu. Sko. Ég átta með á því, en gæti alveg kveikt á sér. Sko. Mér finnst það fáir í Brasilíu fyrir utan Vinicius sem að taka svona leiki yfir eins og í frökkunum. Þeir eru með 4 alltaf vinna. En núna eru þeir samt með marga bara svona motherfucker. Já, þú veist Vinicius finnst mér að hann bara getur tekið 3 og svo hann er svona bara leikbreytir en svo er bara, þú veist, eru bara motherfucker að nynna sko. Casimiro, Guimares Hvar er aftur leikurinn Gabriel Brasilíu og Noregur, hann verður spilaður í New York MetLife sko, ok, gott og vel, þeir eru róa og allt þetta sniðuga sem að ég elska hvernig Normenn er að embracea þú veist, þessa vikingarleð sína sem við áttum auðvitað að gera, þú veist, við vorum alltaf smekið með einhverja 3 með blátt hár sem voru ósáttu við það, sko. Auðvitað áttum við bara að embracea þetta. En Normenn eru að taka þetta alla leið, þeir vinna leikinn
og Holland setur á sig Já, víkingahattinum það með, var auðvitað átti bara Aron Einar að vera með fastan víkingahatt á sér allan tíman og þeir áttu að geta með höndunum Já, eftir en- leiki, svið og eitthvað svona Aron Einar gerði það reynda vel að hann fór oft úr skiptum treyja eftir leik og var úr róan þar sem hann ennáttúrulega með skjaldarmerkið og allt þetta alltaf, skilur. já, hann gerði sitt en við bara áttum Hann að gera Hann miklu geta meira úr þessu. ykta betur. Nú, sko, þessi leikur fyrir fram í New York, þeir munu tínast normennir á MetLife-vellinum hliðin á Brössum. Brassarnir eru sem á heimavalli í Norður Ameríku. Það er endalaust að Brasilíumönnum að það, þú veist, leikur Portugals og Kólumbíu var bara heimaleikur hjá Kólumbíu, sko. Það er ekkert flóknar að það. Maður sjá á þessi leikur, þið haldið að normenn geti unnið Brasilíu. Já, þeir Já, ég eiga held að- breyk allavega. Ég held Þeir að eiga geta breyk, unnið. ég held að þetta verði ekki eitthvað walkover sko. Bara alls ekki. Svo gleyma þessi hálfa sekundu, kemur Casemiro Já. og Jókarinn á teig og stangar þetta inn 1-0. Það getur kæst. En það eru alltaf smöguleikar með á Brasil lið, þeir eru ekkert sérstaklega sterkir í bakgrunum. Það er þetta að keira á þar. Já, sástu margar leiki í Rússlandi í árið? Rússlandi, ég Já. var náttúrulega í Rússlandi. Nei, ég er að tala Nei, með ár. ár. Já, ég hef alveg leikið á Brasil, já. Nei, Rússlandi, hann er að spila í Rússlandi. Já, Santosin, ég minnir það. Já. Nei, en ég bara gerir ráð fyrir að ef hann væri alveg leikmaður, það væri hann ekki sinnit. Áhverju ekki? Bara, Heldur að Brassa sé að spæla í hvernig kaffihúsin eru? já, bara, þú veist, Þeir eru bara að pæla í hann færi öruglega betur borga en hann er í stóru liðanum í Englandi, sko. Fyrir Benjamins. Já, ég veit að ég átti mig á því, sko, en ég held hann fæ betur borgað í Liverpool, City, öllum þessum liðum. Já, það er Já, bara svo mikið Spáni, vinna, það er bara já. svo mikið vinna og þú vinna þrísar í Já. viku og þarna ertu bara eitt leikur, það er engin Það er Evrópukefni. hár rétt reyndar. Meira næs. Tekur enginn eftir hvað það gerir, sko. Nei, Það er líka fínt. það er nefnilega fínt. Það er nefnilega bara svoleiðis. Já, ég hlakka til að sjá Brasilíu gegn Noregi. Þetta er allt saman að shapeast til, þetta er allt saman að shapeast skemmtilega til. Ég var pínum fúll í gær að missa bæði hollendingana og hérna þjóðverðin út. Já, það var leðilegt. Slott að fara að taka við hollendingunum. Ég held sér bara fínt fyrir það. Já, ég held að það sé mjög Alveg gott fyrir típan í það. Ég held að það sé bara gott. Taktískur, stundum oftaktískur reyndar. Hann er hollendingur. Þeir eru svo klárir. Já. Það er nefnilega, það er alveg erfitt að vera svona ógeðislega klár. Kíkjum á næsta leik með Nokko. Já, Nokko menn að spurja hérna hvort að Klopp farið til Þýskalands. Það er 100%. Þetta er jobbið sem hann er búin að býja eftir. Djúvill hef ég gaman að ég að sjá leikmenn, gamla leikmenn berja á þessu Þýskalandi núna og líka mikið að tala að Nagelsmann hafa aldrei verið leikmaður. Hann veit ekki hvað þetta er. Hann hefur ekki hugmyndum þetta og allir aðstofamenn svo er ekkert leikmenn. Þetta er bara lúðavæðing fótboltans. Heyr, svo þetta satt aldrei Mourinho, sko. Mourinho hefur heldur ekki verið í landsfótbolta. Nei, en bara skiptir ekki máli, hann var hörku þjálfari. Já, hann er þörku þjálfari. Það er fyrst þessi gæðin sem voru ekkert leikmenn. Nei, en ég háum mig bara önnur skepp. Já, þetta er bara, þú ert að reyna snútur hana. Ha? Já, sko, það máli skiptir, þú veist alveg að Mourinho geta alveg að fara að HM og gert eitthvað, sko. Við erum bara ekkert- eftir að sjá Jú, til. já, Við bara erum eftir að sjá 100%. til. Hann getur það alveg eins og hann getur það í úsláttakeppni með Missarlinni, sko. Já, við sjáum að þessi kongar sem hafa verið að gera þetta, þeir hafa verið fyrir leikmenn. Allir. Var Tuchel góður Var- leikmaður? Nei, en það hefur Tuchel ekkert gert. Nei, Já, hann var hefur ekki Spánverinn á síðasta EM leikmaður, eða? La Fuente að Já, ég held ekki, sko. ég gef mér það bara. Nei, ég held hann ekki að leikmaður. Má sjá. Þetta er góð spurning. Já. Því ég man ekki eftir hún sem hérna... Það var mestalega verið í Bilbao, sko. Já, það er alveg, Bilbao Já, var... ég veit það, en þú veist, ég held hann hafi aldrei verið með eitthvað 1000 leikið eða 500 eða eitthvað, sko. Já, þetta er alveg... Já, veist, nei, 22, jú, hann Já, ég sé 146. Já, ég meina, spilaði með... 350 leiki, Já, já. sko. Í La Liga, já, það Já, kalla ég að vera já, já, leikmaður. hann er Það fínn, allt í skilur, lagi hann er fínn. leikmaður, já, já. Hann er fín. Fengi með þegar Íslandingur gerir þetta. En ég held þú getur alveg fundið þjálfari, ég meina Heimir Hallgríms var aldrei leikmaður. Já, hann var leikmaður, hann var í IBF. Nei, hann var engin leikmaður hjá Nagelsmann og alveg leikmaður. Hann gerði líka ekkert á HM. leikmaður. Gerði heldur ekki það hann. Hann gerði Já, ekki það. jú, hann gerði fínu hlut að bæja EM á HM. Já, Ég var bara EM. mökk erfið riðli. En Við HM erum er önnur Ísland, sko. skepna. HM er Já, önnur við erum skepna. Ísland. HM er önnur skeppna og þessi strákar sem er í tölvunni Já, bara leiki ykkur í tölvunni getið fundið Okkar tveir bestu þjálfarar er ekki leikmenn. Hann er viti. Arnar Gunnlaugs? Nei, Freyr Alsundsson og Heimir Hallgríms. Arnar Gunnlaugs nr. 3. Mínum mati. Óskar Hafn. Óskar var flottur leikmaður. Já, ég er að segja það. Snefan bara. Já. Ég held að hann sé svona 4-5. Það eru kalda kveðarnir á smáranum þennan morgunin. Já. Ég skal segja ykkur það. Höfum við ekki átt að tala um þetta? Heimir Hallgríms besti? Já, ég Já, meina, hann er- árangurinn talar Já, sem hann er tali. bestur. Já, hann er bestur. Hann er sá besti, kannski
Jóki Löf var svo sem enginn held í stórkostlegu leikmaður en hann var leikmaður held ég og hann var alltaf með Hansi Flick með sér hann búin að ræða einhverju lúðum hliðin á sér hann Nagelsmann hann þyrfti ekki að sé, það alveg punktur hann þyrfti ekki að sé að vera með einhvern alvöru gamlan böll með sér sko. Og að fara í samt þriðja leikinn sem framfór í gær sem var leikur Mexico og Ecuador Quinnes skoraði fyrsta markið það var þetta hægjaðins á þessu og svo var það Raúl Jiménez krafturinn sko, ok ég ætla bara að segja satt núna, ég sá ekki leikinn í nótt þá var eitthvað senkun og bara, ég get ekki og sofnaður þannig að ég bara búin að segja highlights Tókst þú vampiruvaktina? Nei, ég reyndi, en bara ég sofnaði svo fórnum svona örgulega 0.45 en allavega þá mjög samfærandi Mexikór Já, bara búin að vinna alla leiki og er ekki búin að fá sér mark sko. Þessi Azteca völlur ég sko þetta hljómar eins og lígasaga en þó að ég hef bara verið 6 ára á HM86 þá var þetta náttúrulega allt ekki upp á vídeo og bara eitt og rec og play leið og allir leikir byrju maður sá alla leikina það myndast einhver andi ég bara eitt erfiðasta vígi heims þeir eru líklega að fara að mæta englendingunum ok, þeir taka þetta vel mannaða lið og ef við kíkjum að svo statið því ég er með allar uppsíkar hérna fyrir frá mig og þú veist, þá þeir svo sköpuðu ekkert mörg færi í svona leik en þeir voru samt að berja vel á Ecuador Já Hvað er svona hljóta að gert það eins og ég Touches in í teig, erum við með það? Touches in í teig, þetta er allt saman en Guttin, hann er að spila Gilberto Moura 17 ára gamall fættur 14. október 2008 Ég kaup hann alltaf í manager eftir 2-3 tímabil Já, þetta er þessi leikmenni sem þú setur tröstið þetta á Já, hann unnið nokkra titlana með Spurs þessi gæi Já, þetta er í seifinu þínu sko Ecuador, bara eins og ég sagði ykkur þeir eru vonbrigð á þessu móti og mikill munur á milli bestu leikmann næstu Já, en þetta er ekki bestu leikmennir að kerja upp í... Jó, en bara... Það er alveg ágætis munur á milli bestu leikmennin í Noregi og vestu líka. Já, mér finnst miklu minni. Já, þú veist, bestu, þeir eru allir í, þú veist, Sander Berge, hann er bara í Fúlam, sko. Já, bestu og vestu. Sko, Patrik Berg, jú, hann er í bótu, hann er verið að spila mestraraldinni. Það er alveg munur þarna á. Smelt á gæja þarna, smelt á Frankóin. Ég held að Frankóin, þarna, hæri bakverði sé bara spileikstari í Amerika eða eitthvað, sko. Ástæðan fyrir að Kjelin er elskaður út allt er að hann segir aldrei já hann þarf að vera á móti bara og þó hann hafi ekkert með sér í þá er auðvitað þetta er allt frá Mineiro skilur þú, ég held að þessi minni munur á milli þessarna ég ætla bara að vera ósamlega þarna en það er líka bara í góðu lagi til þess erum við þarna það er eitthvað besta leikmann í heimið þarna sko. Já, þú ert samt með Chelsea, þú ert með PSG þú ert með Arsenal þú ert bara með allski steikur Já, þessi plata Víti, allir strákar, þetta er frábæri Angulo, náttúrulega, er þetta ekki söndarastrákurinn þetta er flott lið og svo ertu með kongin fram í Ener Valencia Ecuador er bara hrein og klár vombrið í þessu móti það er ekkit hægt að skauta fram hjá því Mexiko er núna hvað býður þeirra? Jú, líklega verða englendingar það sem að, ég ætla nú að heimsækja Blöndal í dag að fá sinn? Já, fer að horfa á englendingana þar hann er sniðuð þar því að sko það er einhverju sem halda með Englandi það eru ógeðslega margir sem þetta elska að sjá þetta út Veistu hvað er sniðast við þetta hjá honum? Að ég mætti þarna því hann er náttúrulega með happy hour þegar England kennst yfir þannig að ég var náttúrulega mættur klukkutíma fyrir síðasta leik ég þurfti að bíða helvíti lengi eftir happy hour það var ekki verið, hann baða leikmennum að bíða haldi í sér fram á svona 60-70 Þeir eru ekkert með einhverja flugveldasýningar Nei, við slúðum dýf okkur í þetta að sjálfsögðu með Voga ídýfunni góðu En Mexikóðni geðveikir, bara frábærir 8 mörg 0 á sig búin að vinna alla leiki það voru erfið leikur fyrir England ef þeir vinna Kongo Englendingarnir duttu í lukkupottin þegar að stemdi allt í að þeir var að fara að mæta Senegal þá riðlaðist röðin á besta þriðasettinu og þá við fá sjálfa Dr. Kongo gamla Zaire sem er vel mannað lið á margan hátt Já, það eru með góða toppa Já, þú veist, en eru of mikið bil á milli bestu og vestu hjá þeim? Nei, það er ekki of mikið það er svona svipað þú veist alveg hvað ég meina þú segir við erum alltaf Noreg það er bara einn gæi þar sem er langbestur ég myndi segja að það verður svona 3-4 langbestur í Ecuador svo er droppið mikið við erum að tala um Dr. Kongo
Ég veit það. Ég myndi segja að þeir væri nokkuð jafnir þarna. Já, Þeir eru svona miðlungslið í England oft. kongurinn gamli hjá Newcastle, Chancellor Mbemba er þarna í miðri vörðinu sem Daxa Tuan Sebe og Aron Wan-Bissaka, Masuaku er hinn meginn. Þetta eru bara nöfn sem að við þekkjum hér í boltanum og svo með Bakambu og Jóhann Vissa frammi. Og það spurning hvað Tuchel gerir. Það vantar svona smá flæðin á miðsvæði sem er hægt að lækna með að setja Kobi Mainu inn. En hann heldur sér bara við Declan Rice og Elliot Anderson. Já. Já, það er svo sem fer ekki að fikta í. Skrítin ummæli hjá honum hann að það sem hann var þegar hann var að tala um Reece James. Já. Hann talaði að það gæti enginn séð þetta fyrir. Það gæti enginn séð þetta fyrir að hann myndi meiðast í þessu móti. Jú, það gætu allir séð það fyrir. Já, ég held bara að hann sé að hann hafa alveg verið búin að sjá þetta allt fyrir sér. Já. En hann er heppinn að vera með Jet Spence hana. Ef ég væri englendingur og myndi vera passionate þetta lið, þá væri ég til í Esri Konsa, Harry Baggo Johnsons í Hazard. Já. Bara að leifa Nikur á Ræli að vera svolítið frjálsotn uppi, sko. Því mér finnst hann virkilega góður hann fer fram að þess. Já, þetta verður spennandi viðuregn og auðvitað það sem býður englendingurum eins og ég margótt kom inn á. Það eru Mexikóarnir í 16 liða úrslitum. Það er svona spurning hvað hann gerir á vængjurum, hvort hann byrja með Gordon eða Rashford, hvort hann byrja með Madueke, Nonna, eða Bukayo Saka. Við náttúrulega sjáum Bukayo Saka tekur engan á í dag, en hann er ennþá með ágætis fyrirgjafir. Já, ég held að Rashford verði pót í liðinu. Mér varst hann gera meira heldur en Gordon hefur gert allt mótið þarna í síðasta leik. Hann getur líka skotið. Getur skotið og skorað. Saka, Madueke, finnst mér þótt ótrúlegt með virðast, þá finnst mér það meira spurningumerki. Mér finnst bara, ég held að Madueke er eiginlega búin að gera meira. Þegar þeir munu dett út núna fljótlega því ég held þeir fara aldrei alla leið, þá munu vera rætta hann ef ekki tekið Palmer eða Fylfóten. Já, það er bara pottjætt, þú veist, með Saka 50%, hann er að detta inn í þetta núna og með Nonna frændi ykkar, okkur tókst ekki annað hvort neira. Það er bara ég veit að þeir voru ekkert góðir í vetur, við vitum allir hversu fáránlega góðir eru. Morgan Gibbs White var líka mjög góður í vetur, sko. 14 mörg. Já, og líka síndi að var líka góður í Evrópukefni. Dr. Kongo, þeir auðvitað gerir jafntefli við Portugal og hafa verið bara flottir í þessu móti, engin flottar en Jóhann Vissa sem að hefur farið mikinn í framlínu þeirra. Hann er búin að skora 3 mörg í þessum, hann gerir 3 mörg í riðlum. Sá er heitur eftir. Svo er ofn að vera að hvíla hann vel. Svo er hann búin að hvíla hann vel. Og já, margir að henda hérna sjátum á okkur að minna á Milos, að hann er heima hann í topp 5. Já, Milosinn. Já, það er hárrétt. Ég er alveg sammála því. Ég held að geti sýnt þeim bankabókina sína og fært rök fyrir því. Já, fáránlegt að taka ekki Harry Maguire í sammálaður þarna. Við halda áfram. Við kíkja annað því að Hertz ekki bara bílasala, þetta er líka bílaleiga, ekki bara bílaleiga, þetta er líka bílasala. Við slum kíkja á næsta leik. Það er Belgía á móti Senegal. Þetta er 50-50 stríð. Já. Ég held samt að belgarnir munu klára þetta. Hvernig þá? Ég held að Doku muni kveiki á sér í dag. Þeir eiga hann inni. Þeir eiga hann svolítið inni. Hann er ekki búin að vera að spesa á þessu móti. Barnið er komið, ágjörna þar eru farnar. Þannig að hann springur svolítið út. Já. Ég er á Senegalunum. Þú ert á Senegalunum? Já. Þeir kveiktu í sér á síðasta leik. Ég held bara, þessi vörn hjá Belgíu, mér líst ekkert á. Ég held að þeir getu pakkað þeim saman, Sarr, Ndiaye og Mane. Mane verið ekkert fyrir sérstaklega úr mótina fyrir að koma eða kveikir aðeins á sér. Já, gamla kempan, Sadio Mane þarna vinstra megin. Ég er undir engar ágjör á honum. Nei, en Sarr og svo náttúrulega, við erum að horfa hérna líklegt byrjunlega Ndiaye beri. Þannig að Evertón með hrikalega skemmtilegur. Já, rosalega vel mannað þetta Senegal. Af hverju eru þeir ekki með, er hann eitthvað frá í markinu? Mendy? Já. Bíddu, hvað var það aftur? Af því að nú bara, hann er meiddur, já, auðvitað. Fór út á 6-3. Já, á móti Normunum. Já, auðvitað. Það er náttúrulega mjög vont. Já. Þú segir Belgía, þú segir Senegal. Eða sem Viktor segir Belgía. Já. Ég held að það sé stalkjört fyrir þetta, sko, eins og þú segir. Já. Þetta verður hrikalega aft. Það verður skemmtilegur leikur.
Já, ég held að vera geðvíkuleikur og þessi leikur hann hefst á okkar tíma klukkan 8. Fullkominn tími. Svo það leikurinn í kvöld. USA. Já, Ég í búningnum. geggjaða búningur. Það mínir menn. Það Bandaríkjamennir. Móti Bosníu. Það hræðilegt að tapa fyrir Bosníu. Já, það gera það ekki. Á hverju ekki? Mér veist bara Bandaríkjum með betra lið. Þeir eru búin að líta vel út á þessu móti. Góðan þjálfara. Og þeir klára hann að leik 2-0. Þeir eru með kráti Messi líka. Já, já. Þið sáu það úti Alvöru og maður stemning séð þarna á úti. þessu móti að það telur bara helviti mikið. Stemning og, já, þeir klára þetta. Já, Það skandallega dett út á móti Bosníu. Mér finnst þetta Bosníulega ekki gott. Nei, sko sigurverðin þarna mætir Belgíu eða Senegal. Já. Og bara upp á móti væri rosalega gaman að sjá Kanana fara þarna áfram. Mér náttúrulega Bosnía, þú veist, ég sá Kanadi voru svona farið FIFA rankings hvaða lið þeirra hafa unnið sem hafa getað eitthvað. Það náttúrulega ekki þetta að horfa fram hjá og sigrið þeirra á, eða hvernig þeir hentu ítölunum úr keppni. En fyrir utan það þetta ekki eitthvað merkileg lið sem þeir hafa verið að vinna undanfari árið. Bosnía. Þannig að þeir er rosalega bjart sín í Bandaríkjunum. Já, það ekki alltaf. Jú. Já. Og þeir eru sko farin að tala ef þeir komast ekki í undanúrslit. Það er vonbrigði. Skandill, já, skandall bara. Rísa skandall þeir fari ekki allavega í hérna. Já, mér finnst þér eiga að vinna hana lík. Er hann búin að staðfesta eitthvað að Pulisic sé bara að klára það? Síðasta leik var hann eitthvað að hvíla hann, sko? Já, nei, hann kom ekkit smá feskur inn í innan leika mútið Tyrkjum. Hann kom á flegi ferð. Við erum að fá flotta spurningar hérna í chati og það er einhverju sem að spyrja, sá ekki hver að vara því að það er dotti út á skjánum hérna fyrir frá mig. Sko, sem spyr hvort að við verum ekki fjölg upp í 64 lið og næsta háum bara til þess að geta hérna verum að hætta með þessu helvitis bestu þriðjusæti. Við sáum liðin vera að leika sér að gera jafntefli innbyrðis. Já, ég er alveg til í þetta. Og það er allt sem við viljum að fótboltinn sé ekki. Er þetta bara svo bestildin, er ekki hægt að fækka aftur? Þú veist, mun það aldrei vera samþykkt eða hvað? Nei, það var aldrei að fækka. Ekki meðan að fótbolt í Asíu er í miklum hörmungar málum og staðan í dag. Þetta er fjölmennasta heimsálfa í heimi, lang, og fótbolti er í tómu tjóni þarna. Já, mér finnst fullt að góðan leikjum í þessu móti, mér finnst alltaf mikið einhverjum russleikjum. Ég fíldi ekki, ég vil bara fækka aftur, sko. Já, fækka, þú gerir það bara. Ég sagði ég líka, ég veit alveg ég gera það ekki, sko. En þú veist, það geta einhver annar gert það. Það verður bara ekki gert, bara, svo við bara köllum spaða. En algjörlega, það þarf náttúrulega bara fjölga á eftir á EM í 32 lið og hætta með þessu bestu þriðju sæti. Ég þóldi ekki. Það er leiðilegt. Það er mjög vont. En jú, auðvitað sjónum við bara fækka til að fá okkur inn. Fjölga myndi ég, til að fá okkur inn. Það þurfti þá líka að fjölga úr Evrópuliðum. Já. Ekki hitt. Nei, það er rétt. Það eru Evrópuliðin að gera okkur eitthvað greiða með framistöðu sinni. Sjáum Þjóðverjum sparkað út af skítlélugu Paraguay-liði. Fór ekki öll Evrópuliðin áfram úr Nei. riðlum? Skotarnir skildir Tjekkarnir eru ömurlegir, Tyrkirnir eru ömurlegir. Evrópa hefur verið sér til skammar. Mér finnst Tyrkir og Þýskaland hafa verið vonbrigði. Ég býst bara við að, þú veist, þarna Skotarnir og hvað sagður þetta líka, Tjekkarnir. Jú, ég býst ekki við einu á þeim. Nei, voru það ekki bara mörg lið frá Evrópa í þessu öllu? Mögulega. Já. Bosnía kannski þetta, þú veist, mjög steir ekkert sérstakir, sko. Þetta séu komnir hana. Já, þetta svona er þetta allt saman. Við slúðum gera upp gærdaginn með Kia. Já. Kia að sjálfsögðu með doktorfútból fyrir þá sem er að skoða World Cup á HM. Þá kemur Kia tilþrif dagsins á hverjum degi. Doktorfútból að vinna þetta með Kia. Í fyrra dag var það Vinny Junior að kloppa menn og henda þeim af stað. Já, doktorfútból að ræsa strákarna snemma úr bettanum. Maður þarf að vaka lengi þegar þessi leikir er svona segið. Já. Ég er að leika snemma stað líka. Það held ég. Já, menn eru að hendi í tvífara. Big Sexy og Isidro Peta, maður Paraguay, það sjá hann. Man hann ekki? Nei. Já, Mexiko er að heilla mig og auðvitað erum við sammála því. Það er, Mexiko er heilla alla heimsbyggðana. Hvað segir, hver var bestur í gær í boltanum? Það var Mbappé. Ég er að Quinhos. Hvað segir þú? Ég er að Quinhos. Já. Jafnasti leikurinn.
hann hendur í mark og assist en Mbappé var suttalegur mér finnst þetta er bara orðið svo eitthvað basic hjá honum hann var bara geðveikur í þessum leik sko. Sættumst á Mbappé Herri, við erum að fá hér myndir fyrir áhuga sama. Þið getið farið á google.com og skoða hvernig Isidro Pitta lítur út. Hann ekkit alveg ólíkur Big Sexy. Það svipur. Það svipur með þeim félagum. Hann virkar dálítið þungur, hann Pitta. Herri, þá það þjálfarinn. Who's the coach? Hvaða þjálfari heillaði ykkur í gær? Þjálfarinn Mexiko, það ekki? Já. 2-0 öðvöld. Já, það var og bara einhvern veginn. Javier Aguirre. Þessi gæi búin að vera þarna áður. Svo búðingurinn, verðum við ekki að setja það á þjálfara Fílabeinsstrandarinnar fyrir að velja ránt byrjunarlið? Jó, fyrir að vera ekki með Diallo í byrjunarlið, það alveg klárt, þegar hann búin að vera frábæra á þessu móti og geðveikur í gær. MS Fæe sem að... Setja á Lindelöf. Viktor Lindelöf? Já, bara getur ekkert. Nei, ég er að grínast. Sammála. Það tala alltaf ég vildi vera ósammála ég var hann að finna eitthvað Viktor Lindelöf eitthvað þurru hjóli hann á öllum lagði upp hérna bestafæri svíja í gær alltaf enginn sem var þetta mörgum og svíjónum átti breyk í gær þú veist þeir vissu að það er leikurinn byrjaði sko. Hvert var Karlsberg líklega besta markið Karlsberg áður bjór 1847 Jimenez ekki mark fyrramarki á Nóri helviti smekli Núsa var líka flott sko ég minnist kannski blekki mann smá að því að Mbappé dansinn hann í fyrsta markinu krátin og það var það alveg trillt sko sendingi líka hjá hérna Ólísi á kannski ekki flóstamarki hljópa með hann ég var raun og sniður ég var að segja Núsa tökur Núsa mér átt að gera það og var feikilega mikilvægt mark og hvernig típa var hönd frammeir í reddingsspil í Ibrahimovic fann hann var, frammerinn hann var skröllur bróður hans var samt finnari hann var engin Leroy Lita sant? Hann var alltaf að æfa Ronaldo aukaspinnur tók skrefin og allt þú ætti ekki að vera að gera þetta sko. Það var Hessi kongur Stephen Hunt var ekki líka Nicky Hunt þetta er ekki Noel Hunt var það Nicky Hunt Stephen Hunt þessi hann var alltaf að æfa Ronaldo spinnum það var svona galli Hessi snilling þú ætti ekki að vera að gera þetta nei það menn æfa bara eitthvað ekki maður eins í bestu deildina þá erum við köllum þetta gott í dag með steypustöðinni við þurfum aðeins að fara yfir enska líka við erum að fara í enska eina liði sem er að gera eitthvað á markaðanum að viti mér langar aðeins bara að krydda þessu með íslenska boltarum með steypustöðinni, við elskum þessar hellur bara eins og allir Adam Ægir, hann bara ónotaður þrjáleikir og hann er bara farinn, ég held að sé hættur að æfa með Val, það sé bara búið að komast að því samkomulagi að hann verður bara ekki áfram á það sko heyrði ég formann Vals tala að skorti ákefð inn í tegnum hjá bara liðinu báðum tegunum of margar snertingar inn í sínum teg og fáar snertingar inn í nú þekki hennar mann ekki og ég ætla að gera ráð fyrir því hann að veri mataður að Gareth Owen með allt þetta dæmi eðlilega, hann er í magnarsmjöfuna ég þekki hann ágætlega ég skil ekki okkur Gareth Owen fór ekki þetta viðtal mér fannst þetta ekki viðtal fyrir framkvæmdastjóra formann knattspyrnudeildar formann knattspyrnudeildar hann er bara kongurinn ég áttum á því, þetta er alveg harður gæi sko, en mér fannst svona hvernig hann var einhvern veginn að segja hlutina ég er bara svona, er þetta ekki frekar Gareth Owen sem ákveðin að stíga fram þarna eins og Kári Árna gerur átt í Víking bara stígu fram og segja hlutina eins og þeir eru Viktor, þú er þjálfað þetta með þetta ekki þægilegur gæði að þjálfa þegar hann fær tröstið þá er hann bara geggjaður en þegar hann er á bekknu þá getur hann alveg verið smá erfiður það er það ekki allir jú, og þú veist, hann hefur svo miklar áhyggjur að því að vera á bekknum og hann þarf kannski aðeins að laga það en hann ná bara að fara í líð þar sem hann fær tröst ég hef eitthvað heyrt fram með hann ég myndi taka hann í bara flest liða því að ég horfi stundum á Víkingan og velti fyrir mig sko ef að Óskar er frá að því Stígur er búin að vera mikið meittur og maður veit ekki alveg hvernig staðan er honum þú veist, einhver sem að bara getur komið að því að þú veist, ef þú fær einhver kantmann frá síðu þú veist ekki hvað þú fara að fá nei, þú veist alveg hvort að fá það Keflavík er bara frá Ólín, kaupan
Alfa Conti geti verið að fara á leiðin til Stjörnunar aftur, Eiður Orri er náttúrulega að fara í Keflavík, þeir eru bara að setja peningan á borðið og kaupa hann, sko. Ég væri til í að sjá hann í liði þar sem hann fæ bara 100% tröst, því þá er hann alltaf góður. Hann deliverir alltaf mörkum á stóðsendingu. Hann gerir það, hann líka hugsar ekki neitt annað en svona tölfræði. Eftir fótboltaferil minn sem að fór ekki eins og hann átti að fara, þá kom ég aftur inn í meistaraflokk mörgum árum síðar. Fekk aðeins að kynnast í hvernig hlutinir hafa breyst. Og eitt af því sem að ég kynntist og kannski meira í kvennaliðinu heldur en kallaliðinu, að leikmenn eru að vera að funda óðir. Það þú að segja með að leikmenn vilja fá skýringar ákveður á bekknum. Já. Þetta er bara svona verið þjálfar að þurfa að taka fund með öllum út af ákveður á bekknum í þessum leik eða hvernig sem það er. Það er það sem myndi að gera mig gráharðan í þessari þjálfun. Ég bara mæli með því eftir að hafa verið að þjálfa að þú veist ekki banku upp og fá fundin, það fer í taugarnar á þjálfarunum. Hann er að velja besta liðið sitt og ef þú ert ekki í þá ertu bara ekki í besta liðinu, sko. Hann er bara alltaf að reyna að vinna leikinn og þarf ekkert fund. Hvað ákveður ekki á bekknum? Já, bara, ég held að maður sem átti alltaf besta svara við sem var alltaf Óli Jó. Hann sagði að vera FIFA að kenna. Það er bara 11 inn á. Ekki svar. Það er langt besta svar í þessu. Herði, hérna, hafið þið eitthvað heyrt að Damir getur verið að fara frá Grindavík í þessum glugga? Ekki heyrt það. Nei. Þórsararnir eru desperate að leita miðverði, eðlilega líka. Já. Þeir ætti að fara í hann. 100%. Já, ég meina, þeir eru bara, þeir þurfa náttúrulega að semja á Grindavík. Já, þeir eru að reyna upp á helling. Þór eru búin að reyna við Guðmund Andra, þeir eru búin að reyna við Daðaberg, þeir eru búin að reyna við Átna, þeir eru að reyna allt, sko. Það er bara erfitt að fá leikmenn hana. Getum við séð Óðinn Svan bara rífi ekki og skiptum þjálfara? Nei, ég held ekki. Það var frekar sé ekki hver ætti á að taka við þeim líka. Þú veist, hvað væri lausnin fyrir Þór eða þú segir eitthvað realistik til að taka við Þór? Láki hefur verið þarna. Hvað með manninn á Dalvík? Sem að er að leifa... Nei, leifum honum aðeins að þróa sig áfram í Dalvík. Sem er einhvern veginn að leifa fólkinu. Það væri svona, myndi svona líka beinast við að fara til Dalvík svo ná í hann. Hann er staðið sér vel. Já, Hötti er að gera frábæra. 5 í röð. En Hötti myndi ekki gera það, hann er svona svo Dóri Átna með Stjörnuna. Já. Þeir eru góða vinir, hann og Siggi. Hann myndi ekki taka við honum. Nei. Það er talað Stjarnan. Ég er enda fægur okkar manni hérna. Fljótu með hnífinn þarna, sko. Það stóð þjálfarinn farinn hjá Stjörnunni. Já, Hrannar. Já, var það ekki nokkuð borleikjandi bara. Hann var eitthvað smá skilur. Hann var náttúrulega bara út af jökli, sko. Hann búin að reyna að fá hann held í 2-3 tímabil til sín, sko. Ég held að þetta sé bara nokkuð eðlilegt. Hann fær eitthvað yngur okkar gig, sko. Hann var Þróttu vildi fá hann á sín tíma og Blikar vildi náttúrulega bara halda honum í sínu kiki. Fór aðeins í Þrótt í smá stund. Já, fór í Þrótt og kom aftur svo. Svo þarna, hann mun fá eitthvað. Við þurfum ekki að ágjöra hún. Nei. Já. En þegar ég horfi á... Má ég segja eitt með Hemma á þetta dæmi? Já, endilega, hvað er maður? Þú þekkir val alveg inn út. Af því að, þú veist, það var alltaf talað að þeir væru bara mjög saman í þessu, hann og Chris. Og Valur er bara í 5. sæti á stað sem allir bjúkust við þeir yrðu. Tilkast fóru þeir að reyka ef að Dóri er ekki að koma núna. Akkur heldur þessu ekki bara? Einmitt. Punktur. Af því að þú veist, ég held að hann sé ekki búin að missa klefan. Nei. Akkur tilkast að eyða peningi að reyka. Nú er þeir með 3... Nei, það er losuð en já, ég skildi ekki. Akkur bara heldur hann ekki áfram. Leði hann bara að klára tímabilið. 5. sæti var enginn að bústuninu með það. Ég setti fram í 5. Og það er ekki eins og sé í 9. sæti. Nei, Val ekki fram. Ef all myndi ganga upp, verður í 4. sæti eða? Já, ég meina svo kannski kemur Patrik eitthvað þarna og Jónatan kemur inn í þetta og Kitty kannski kemur og gengur aðeins betur og þá kannski næra 4. sætinu. Þetta var engin horror. Ég líka notaði hann bara því hann er bara harður gæi. Bara til að losa gæja. Þeir vilja losa ykkur. Mér finnst þetta furðulegt að vera að eyða peningum í þetta. En eina sem ég get sagt svona með ókost Hermanns, af því að ég held að þessi margt, þú veist, ég hefði elskað að hafa hans sem þjálfara, maður hefði elskað. En það er bara svona hvernig hann spila viðtölin. Hann er 100% sammála. Hann mætir alltaf átti viðtöl, mann liðið þetta er bara ekki nógu gott. Hann er bara lélur í fram að þeirra hefði verið bara betri og það er bara mjög skrítin orka. Já, mér finnst það líka oft stressaður, sko. Andar mikið einhvern veginn og Já, mér finnst það bara lélur í viðtöl. En maður heldur svo mikið með honum og maður vonast til þetta gangi vel hjá honum og hann var, þú veist, ég held að hann hafi verið hann var mjög vel liðinn upp í HK og stóð sér vel og fer þarna í Val bara, og ég held að það sé meira svona sem hvernig stuða fólk bara að hvernig teklar þann. Hann var bara átti bara að senda Krissaran í viðtölum bara. Fjölmiðlanámskeið í Bandaríkjunum.
Það var ekki að sé ofstýrill. Nei, bara svona hefðbundi bara svara bara í frusum. Já, eða bara hafa eina reglu ef það er viðtalið með, þá sit ég bara þegar hann var alltaf einhvern veginn og leið óþægilega í viðtölum maður sá það alveg sko. En mér er skrítið að það hafa ekki bara litt um að klára tímabili. Já, ég er sammálaður, þetta er frábær punktur og ég, þegar þú segir þetta þá er ég algjörlega sammálaður því að það er ekkert verið að fara að breyta neinu. Nei, svo bara, hann byrjar í nóvember og svo maður velta að byrja á hverju tekur hann ekki strax við hann býður eftir peningur á blikunum eða eins og eitt sagði, hann er kannski búin að skipuleggja sumarið með konunni eða með fjölskyldunni. Það voru þannig. Hann er nýkomið frá tenni. Já, ég meina, þú byrjar með fótboltaþjálfara. Já, þá bara veistu bara að það er ekkert eins og að byrja með gæja á opnum kerfum. Nei. Ég held bara að hann sé gjöfsanlega með stjórnina þarna og hann vilji bara byrja með hreint blað í vetur, velja sinn leikmannahóp, losa fullt af gæjum. Ég held að það sé bara máli. Komdu fyrir inn og sjáðu. En sjáðu. Ég held að menn ekki að byrja, tapa fullt af leikjum og vera einhvern veginn með bad vibe-arna. En sjáðu, Túfa gerði þetta. Hann kom bara strax, bara í júlí eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var, tapaði fullt af leikjum, bara fekk lengra undirbúinistímabil og lendur svo í öðru sæti í deildabilar. Vissulega, það er alveg rétt. Hann græddi á því. Ég held að hann sé bara mögulega að hugsa þetta liðsmið í höndunum núna. Ég get ekki gert neitt rosalega mikið með þetta og ég bara með stjórnina í það og þeir eru tilbúin að ráða mig í nómir. En hann getur þá komið þeim leikmönnum sem hann vill halda inn í sitt, losa þá sem hann sér að getur ekki gert. Ég hefði tekið þetta núna. Hann er ekki að fara að falla. Nei. Þetta verður aldrei vonbrigði. Hann verður á næsta ári. Bara eins og Túfa gerði. Túfa græddi vel á því, sko. Hann tapaði fullt af leikjum. Gekk hræðilega. Maður var þarna. Gekk ekki vel. Það minna menn á Volt Plus sem að vinna aðeins með Volt í þessu mánuði. Það er að segja að Ég er svolítið að setja golfbolta heim. Já. Kaupið með golfbolta í Costco og læti skutla þeim heim. Já. Það er einleiðin til að nota þetta allt saman. Er búið að fá fréttir með hvernig við líks káringunum á að hann sé að taka við þeim? Dóri Átna? Já, ég bara manir að Finnur Freyr fór í val í Hörubóltanum. Já, Finnur var líka búin að taka eitthvað 6 titla í káir þegar hann fór í val. Þeir ditsuðu bara greið. Það var öðruvísi. Það er bara Það er svona harka sem við erum kannski ekki manir. Herri, við sem fara í enska boltan. Já. Það er eitt lið sem að tröllrýður öllu í enska boltanum í dag. Já, Tottenham fengu í magan síðasta vor. Erum við mögulega á leiðinni niður? Já, maður var stressaður í apríl. Og þetta er eins og gaur sem far eitt annað tækifæri með konunni. Hann ætlar að sína honum með sér alvara núna. Og þú veist, nú það er bara mánuður síðan að hann alveg búin að klúðra öllu. Já. Og núna hefur að kaupa flottan hringkandinni. Það er búið á nýjan bíl. Já. Það er Gucci kjóllinn maður og það er allt öllu til tjaldað. Sko. Erum við að fara að sjá eitthvað Leicester-dæmi hann í London? Bjarga sig frá falli. Sko, ég sagt þér eitt. Það er algjör helvítis aumingiskapur á Manchester United ef þeir hefðu ekki verið með hann, ef þeir hefðu ekki byrjað með hann stúpid Portugala. Það er alltaf unnið þetta mót í fyrra. Því að þú ert með 1 leik í viku. Það er rosalega kósí. Og sko, nei, hann er ekki að fara með þetta lið úr 17. sæti yfir í það fyrsta, en það að fá Mateus Fernandes að þær sé að fara að taka Sandro Tonali yfir línuna. Hvað er búin að ná í nú þegar? Senesi, Van Hecke, Robertson, svo er Savinho mjög líklur, hann er alveg spurningamerki. Vuskovic að koma tilbaka ekki? Vuskovic getur neitt að losa hann. Romero er ennþá, Van de Ven er ennþá og hann verður áfram. Pottet, meiri spurning með Romero. Svo alltaf erum við að fá Mattisson, Kulusevski og Kudus aftur inn sem eru pínulítið eins og nýju leikmenn. Þeir voru alltaf ekkert með í hálft ár. Ætlaði að taka Marpan? Já, við erum búin að taka Dubravka. Come on. Nei, við erum með Kinski. Treyst á hann? Já, treyst á hann. Ég held að hann bjargaði okkur. Hann muni keira á hann. Já, mér finnst hann góður. Já, góður löpunum og svona hans típa. Þetta er af sem áður var. Það er bara 300 pund á viku, 90 miljonar, ekkert mál. Við kaupum hann bara. Ég er mjög spennt fyrir þessu. Ég heldur endur nú alltaf í efri hlutanum, en hversu óalega veit ég ekki, sko. Allt undir 4. sæti er skandal. Við erum með Liverpool City, Arsenal og Manchester United. Það er alveg erfitt að tróða sér þar inn. Það er fleiri lið, Chelsea. Já, við erum samt bara 1 leik í viku, sko. Hvernig gengur hjá Arsenal með Morgan Rodgers? Er eitthvað Ég heldur ná honum ekki. Faraði ekki frekar í Barcola?
Jú, auðveldara. ég held að það sé nokkuð líklegt að þeir sé að fara að leifa Barkóla að fara því víst er að fá Jandi og Mandi. Já, býtu, heyrðu. Já, þeir eru að setja hann á 130, nei, ég tek hann ekki. Þá taka þeir Barkóla. Já, það er verið að tala um að Ég teki frekar Barkóla en Rodgers allan daginn. Aha, Já. höldum áfram. Rashford er líklegur til að taka undirbúrstíðanbili með United. Hann er vist mjög spenntur fyrir þessu projekti hjá MC16. já. Og Ég var reyndar alveg til í að fá Rashford í tóttunum. já, þú tækir hann. Já, ég tek hann. Ég held setja trekkin í gang. 300 pund á viku og ekkert vesinn. Sko- Fínn í Barcelona. Chelsea voru að taka Pep Chavarria vinstri bakvörð sem að kemur frá Rayo Vallecano. Já. Ég veit ekki alveg um þetta. Það er bara eins og það er. Nú, Og Lýse vill fund eftir tíðanbil. Nei, eftir HMC. á, hvað þarf bæinn að gera, nei, hvað þarf PSG að gera til að geta fengið Ólísi eða Real Madrid? 50 allavega, nei, meira. Ég held sér 107, já, vá. 223 ári verið svona verðmetan á, sko. Þetta er orðið svo mikið í damaður. Úff. Já, nú er að tala um Alvarez geti endað í Barcelona. Já, hann er svona að reyna að forsa það, veit ég. Já, Talaði mína menn í Argentínu. ég ætla svo sem að hætta að tala um það í hvert skipti sem einhver er orðað við Barcelona, hvernig þeir hafa þeir efna á þessu, þeir finna alltaf bara, þeir finna leiðir. Þeir finna leiðir, þeir losa bara En leikmenn var og- þetta kannski smá blessing in disguise fyrir United að missa Matheus Fernandes og fá Tchouaméni Tchouaméni. hérna frá Real Madrid? Ég er bara svo hrifin af þessum N-Matcha þarna í Dortmund. Mm? Þannig að hann getur skrifað. Skrifar, já. Og með þetta power sem að ég vil. En verður áhvert að sjá hvað gerist með Tchouaméni. Tchouaméni þetta hagaði sér illa á Real Madrid á síðustu tímabili. Hann og Valverde reyndar. Nú stóru fréttina kannski í heimsfótboltanum verður þær að Andreas Christiansen er búin að gera nýjan 2 ára samning í Barcelona. Það er dönn svo að það sé algjörlega á hreinu. Góð sumarleifi þarna. Ekvador þjálfarinn er farinn. Með síða að falla á nettu gaur. Hann er farinn. Svo er þetta bara, nú erum við bara, þú veist, já. Það kemur hann að hitta á það sem verður ekki leikur á HM 8. júlí. Þá getum við rætt þessi mál, hver er að fara hvert og annað. Elliot Anderson til Manchester City stendur þess að frétt mína frá byrjun april. Hann er farinn í Manchester City. Það er ekki þetta að ræða þetta. Maresca 130. fór inn hurðina í fyrra dag og Henrik Mkhitaryan með nýjan díl við Inter. Geðvegt. Já. Á Tottenham þarf alveg strækið sig hérna í Ibrahimovic. Það er satt hjá honum. Já, það er einhver að tala um. Hvaða senti viltu fá? Ég vil fá Osimhen. En ef þú skoðar NPG tölfræðina hjá Richarlison í fyrra. Hún góð. Já. En við þurfum ekkert með honum. Þið þurfum líka einhvern sem getur verið heill. Já. Annars held ég að fyrir að þakka kærlega. Ég tæk Igor Thiago. Nei. One season wonder. Já. Menn svo þetta Kane líka. Já, Það er Gummi Ben allavega. Gummi Ben. Já, það var ég og Gummi Ben fengum að kljást það. Ég held að sko það var stóru sigurum, einu minni stóru sigurum svo þegar að Luis Enrique sagði með De Gea þegar að ég sá að sá klárasti og ég voru sammála. Þá hugsaði ég bara, já, herrið, anskotin hafa ég með þetta. Herrið, við förum að þakka fyrir í dag. Ég var með hinn íslenska Bill Clinton, Arnór Snæ, hérna hjá mér. Herrið, kannski frábæra fréttir frá Ameríku því að Bill Clinton á náttúrulega það upptekið með að hugsa dömurnar að hann mátt ekki vera að því að afhenda HM-bikarinn 94. Nei. 4050 og 47. fórstu Bandaríkjanna Donald Trump mun afhenda bikarinn. Já, það er stórt. Daði Ómarsson var líka með okkur og tók þetta upp. Þeir eru frá vinum okkar í Epic, kunnum þeim auðvitað bestu þakkir fyrir. Nú ef einhver vill senda mig til Miami og hafa mig þar í heila viku þá er ég alltaf klár. Líður eins og ég hafa verið í draumalandi. Já, ég get trúið því. Þetta var einhvern veginn sko, en ef þú sé lífverðni á okkur að núti, þá eru haldið bara þetta, þú veist, það er æfingarferð. Maður heyrði það því. Þá eru haldið að Magnús Skeving hefði sett um sjálf sko. Maður heyrði það bara snemma að sofa, borða hótt, vakna snemma. Ok, Clinton var á flegiferð í dömunum og allt það. Já. Hvort sem það var online eða bara physically. En hinnir voru bara að hugsa um góðan svefn, góða næringu og vera með allt upp á 10. Þannig átt að vera. Það er bara þannig. Manst þetta er að þeir eru svo litlir. Það var stripstar á Íslandi sem heitir Clinton.
Nei, Ég man man ekki eftir því. það var bara, þú veist, ef þú hugsaðir eitthvað svona eitthvað, þá hugsaðir bara Clinton. Clinton, já, ég man endur ekki eftir því. Nei, það var Vegas, Clinton, Óðal, Goldfinger. Þetta voru gull. Those were the days. Já, það bara þannig, sjáum við að Rodrigo var að kommenta hjá Erling Haaland, var að segja að taka sér gott breyk á sundaginn. Þetta mjög gott. Það að fara að mæta Brasilíu. Rodrigo labbar Miami eins og hann eigi borgina. Leysið. Já, hann kastaði fyrsta pitchinu á Miami Marlins þegar ég var þar. Okay. Þá var enda Clinton einhvers staðar upptekinn þegar við náðum því ekki á teipi. Þá var Clinton einhvers staðar mættur eitthvað að aðtóa hver var að læka stóri á hverjum eða hvernig sem hann að gera sko. Þannig að við heyrumst aftur á morgun klukkan 10 auðvitað hér á YouTube, frábær framistæð, stóðstu vel Kili. Takk, ég hef nú lengi frá. Já, og Þá færið mig svona. Viktor Eilófsson var saman besti maður þáttarins.